Náttúrulega erum að framkvæma endalaust innviðafyrirtæki og eigum náttúrulega fullt af vélum og vörubíla og mér fannst náttúrulega bara ekki vit í öðru en að ég gæti líka redda þegar þyrfti á að halda. Þannig ég tók meira prófið og það hefur alveg nýst. Ætlarðu þér einhvern tímann að fara í pólitík? Nei. Ég bara eiginlega alls ekki. Ég bara hafði ekkert leitt hugann að því og þetta einhvern veginn æxlaðist bara mjög hratt. Ég ákvað áramótin að hætta bara að ræða við manni minn allt sem að mér fyndist þetta vera gert svona á hinsegin og öðruvísi og við höfum bæði mjög sterkar skoðanir. Ég ákvað bara að fara að mæta í staðinn fyrir að lesa bara að það væri íbúafundir og væri hitt og þetta og bara prófa að mæta. Þannig ég mætti bara alveg reynslulaus í pólitík á bæjarmálafund í byrjun janúar og svo bara rúllaði boltinn ótrúlega hratt, óvænt. Ég hélt einhvern veginn að maður þyrfti að vera í þessu í nokkur ár áður en að maður næði að pota sér svona fram í þessu. Ferð bara alla leið? Já, það er svolítið það sem ég geri þegar ég byrja á einhverju. Það tekur þetta svolítið með trukki. Hugsa það kannski ekki endilega til enda en það er líka bara gott stundum að bara vaða í verkin. Ég er svolítið þannig. Þú er oftar farið alla leið. Þú ert mjög mikil keppnismanneskja, er það ekki? Jú, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Ég hef alltaf verið mjög mikil keppnismanneskja. Bara einhvern veginn í öllu sem ég tek mig fyrir hendur þá fer ég alltaf bara fullum þunga inn í hlutina. Ég hef æft fullt af íþróttum bara frá því ég var lítil, bara því ég byrjaði örugglega 6 ára í júdó hjá Óta og fekk útrás fyrir að fá að slást og svona eins og strákarnir á þess að vera send til skólastráns. Það var mjög sniðugt. Síðan æfði ég skíði í mörg ár og handbolta og náttúrulega í júdó og ég meira að spila meistaraflokksleik með Neista á Djúpavogi. Vel gert. Samt ekki eftir mikið fótbolta en já og fór að hlaupa og þá þurfti ég náttúrulega fór strax í hlaupa langt og þurfti skráði mig í Laugaveginn bara því ég var að byrja að hlaupa og þannig að þetta er alltaf svona ég er svolítið ýkt, ég fæ mjög mikið að heyra það. Þannig að en það er bara mikið karaktereinkenni hjá mér. Og meira próf og mótorhjól og vélsleðar. Já. Þetta er svona einhvern veginn þegar tækifærin gefast þegar ég var í löggunni þá var hann var ég að vinna með Grétari og þá náttúrulega var hann að kenna maður gast tekið mótorhjólaréttindin í honum og það var náttúrulega bara upplagt þannig að ég náttúrulega keypti mér mótorhjól og tók mótorhjólaprófið og svo þannig að þegar ég byrjaði að vinna á Tengir þá náttúrulega kem ég úr allt öðrum bara allt öðrum stað, búin að vera svæfingahjúkrunarfræðingur í bara langan tíma og kem síðan allt í einu svona í framkvæmda fyrirtæki. Við erum að framkvæma endalaust innviðafyrirtæki og eigum náttúrulega fullt af vélum og vörubíla og mér fannst náttúrulega bara ekki vit í öðru en að ég gæti líka redda þegar þyrfti á að halda. Þannig ég tók meira prófið og það hefur alveg nýst ekkert oft en það hefur alveg nýst. Meira kannski heima við heldur en í vinnunni. Strákarnir hafa ekki mikla trú á mér. En já, þannig að ég einhvern veginn bara hef svolítið stokki á tækifærin þegar þau gefast til þess að alltaf að læra eitthvað og fara alltaf aðeins lengra heldur en að ég þarf að gera. Það gerist samt eiginlega pínu bara óvart. Nú er þetta mjög fjölbreytt reynsla hjá þér. Þú ert framkvæmdastjóri í dag. Þú gert eitthvað margt meira en það líka fram að því. Ef við bara förum í gegnum við hvað ég starfa þá er það náttúrulega bara mjög breytt. Allt frá því að vera að vinna niður á Úa að flagga fisk. Eða kannski ekki frá því, það bara, ég var ung, byrjaði þar. Náttúrulega bara að vinna í verslunum víða bæinn og svo var ég læknaritari í nokkur ár og svo var ég lögreglumaður í nokkur ár og svo var ég hjúkrunarfræðingur í 10 ár, svæfingunni og gjörgæslunni og þannig að ég hef alveg svolítið, já, ég fæ svolítið að heyra það að ég geri þetta sé stundum svolítið svona omvendt hjá mér Og mér finnst það líka alveg bara mjög skemmtilegt að breyta svolítið stefnu. En þetta er samt alltaf, það er svona ákveðin samt svona samnefnar í þessum verkefnum allavega sem ég hef verið í svona eftir tvítugt, má segja. Það er þessi ábyrgð, hvort sem það er í lögreglunni eða upp á sjúkrahúsi eða framkvæmdastjóri í svona rekstri og innviðafyrirtæki í samkeppnisumhverfi. Þetta bara
þú ert að taka ákvarðanir og ákvarðanir sem þú tekur hafa afleiðingar og mér finnst mjög gaman og það í rauninni það sem að ég vil vera að gera. Ég vil vera að gera hluti sem skipta máli og þetta bara eins og í handboltanum, maður vill alltaf vera á tánum, alltaf tilbúinn og ég held að og það líka hluta til þess vegna sem að þegar ég byrjaði að hugsa þetta, að fara inn í stjórnmál, hugsaði bara fyrst, við okkur vantar einhvern sterkan málsvara úr atvinnulífinu. Ég get komið inn í það. Svo bara að hugsa, en það líka bara svo margt annað bara sem íbúi Akureyrar. Ég er 43 ára, ég á 4 stráka, ég er búin að fylgja þeim náttúrulega í gegnum öll, bara skólakerfið. Þeir hafa farið í alla skóla, öll skólastig bæjarins. Ég hef sjálf náttúrulega farið í nokkra skóla. Síðan maður hefur góða þekkingu á íþróttamálunum inn í bænum, bæði gegnum bara sjálfan sig og svo strákana. Og ég held bara að og svo kannski ekki sísta því að yngsti strákurinn okkar, hann er með fötlun og þegar þú ert átt allt í einu fatlað barn, þá horfirðu bara á hlutina svo allt öðruvísi og það getur alveg snúist bara að skipulagsmálum eða bara hvernig gangstéttin og hvernig aðgengi og hvernig runnarnir mokar, þá kemst hann kannski ekki á hjólastólnum sínum. Þetta allt öðruvísi reynsla, bara, þú hefur bara svona öðruvísi sýn á hlutina. Og mér fannst bara eftir ég hugsaði þetta betur, eftir að var skora á mig að fara að taka þátt, þá fannst mér einhvern veginn bara alltaf meira og meira sem ég áttaði mig á að ég gæti komið með inn í samtalið. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þeir sem eru í bæjarmálunum og þetta sé í rauninni bara, þetta sé svolítið svona þverskurðurinn af samfélaginu okkar. Og mér finnst ég tikka bara í ansi mörg box þar og við í flokknum bara með svo rosalega góða breidd. Og það svona það sem ég vil sjá, því þá held ég að við í rauninni tökum miklu betri og upplýstari ákvarðanir og við gerum okkur grein fyrir því að við þurfum að horfa langt fram í tímann. Við erum ekki bara að taka ákvarðanir til 1 árs eða 2 ára. Og ég er með svolítið svona sterkar skoðanir þar. Ég vil taka ákvarðanir sem eru góðar til langs tíma. Ég vil horfa langt fram, ég vil horfa á tækifærin sem við erum með allt í kringum okkur. Hvað er það helsta sem þú myndir vilja leggja áherslu á fyrir samfélagið? Ég vil tryggja það að við séum á Akureyri með mjög samkeppnishæft sveitarfélag, þar sem fyrirtæki og einstaklingar vilja búa og vilja byggja upp rekstur. Og mér finnst þetta að vera bara lykilatriði. Við erum með fullt af tækifærum framundan og sem ég vil bara að við nýtum. Það er til dæmis bara þessi nýja borgarstefna stjórnvalda. Það hún gefur okkur fullt af tækifæri. Það er bara breytt landsmynd eða bara heimsmynd í rauninni sem að mér finnst við þurfum að bara viðurkenna og horfa á það, hvernig getum við nýtt þessa breyttu heimsmynd og þessi orð sem við erum allt í einu farin að heyra daglega. Áfallaþol mikilvægra innviða, fjölþáttaógnir og eitthvað. Við þurfum svolítið að viðurkenna þetta og horfa líka á bara hvernig getum við styrkt bæinn okkar sem við erum með svo sterka innviði, við erum með sjúkrahús, við erum með flugvöll, við erum með góðar samgöngur, við erum með gríðarlegan mannauð. Við erum í rauninni með allt til alls á Akureyri til þess að byggja upp bara sterkan atvinnubæ. Það er bara allt frá því að vera þetta litla þyrlumál sem margir eru að tala um. Það snýst ekkert bara það að við viljum tryggja öryggi. Það snýst líka það að þá fáum við atvinnu inn í bæinn, þá fáum við fjölbreyttari störf og við viljum náttúrulega til þess að efla bæinn okkar, þá viljum við hafa fjölbreytt störf sem eru fyrir breiðan hóp af fólki, tæknistörf, hálaunastörf. Þetta fylgir þegar við sækjum þessi tækifæri og sækjum til okkar, missum við ekki á Suðvesturhorni. Ég vil tryggja það að við séum bara sterkir málsvarar fyrir þetta, að við eflum bæinn okkar í sameiningu og nýtum öll tækifæri sem við höfum til þess að vaxa. Af því við erum stór, við erum lítil en við erum svona stór, af því við erum með svo mikið, þú hefur allt til alls hérna. En maður kemur náttúrulega með það inn í þetta samtal að maður er búinn að vera hinum megin við borðið í svo mörgum málum, meðal annars við að reka fyrirtæki, eiga við stjórnsýsluna hinum megin frá. Við erum í miklu samtali alltaf við sveitafélögin, sveitastjórnirnar, sveitastjóra og svona þegar við erum í svona uppbyggingu, innviðauppbyggingu, endalaust leyfismál. Það er ýmislegt sem að maður sér, það er ýmis tækifæri til þess að gera betur
og mér langar svolítið að skoða það betur. Mér langar svolítið að við vöndum okkur aðeins og einföldum og við séum ekki að flækja hlutina óþörfu. Við séum í rauninni að ryðja brautina fyrir atvinnurekendum þannig að þeir geti auðveldar byggt upp starfsemina á Akureyri. Ég held ég geti komið með mjög svona gott innlegg í þá umræðu þannig að við getum í rauninni bara bætt okkur, bætt stjórnsýsluna hérna. Hvað finnst þið skemmtilegt að gera fyrir utan að vera í framboði? Mér finnst það rosalega gaman að ferðast. Við erum nú lánsöm og ferðum svolítið mikið. Það er bara gaman, skoða heiminn, bæði svona innanlands og utan. Mér finnst mjög gaman að fara á skíði og snjósleða og það er reyndar ekkert endilega verið góðar aðstæður til þess að gera það. Það vantar svolítið snjóin. Ég vil fá snjó bara í byrjun nóvember og hafa bara allt á kafi. Þangað til svona febrúar, mars. Það væri bara mjög gott mín vegna. En svo má hann líka bara fara. Nema kannski upp í fjöllunum, þannig að setja að fara að sleða lengur. Þannig að svo finnst mér rosa gaman að byggja Lego með stráknum mínum. Ég gerir mikið af því. Allir strákarnir mínir eru Lego kallar sko og ég var það líka og pabbi var það líka. Þetta er eitthvað í genunum og við hættum ekkert að byggja Lego og við verðum þó við eigum erfitt með að standa upp á gólfinu og sökum aldur sko. Þetta er að setja svo lengi við. Þannig já, það er bara fjölskyldan og ferðalög og njóta útivistarinnar. Mér finnst það geggjað og við getum gert það hérna á Akureyri. Allt í boði á Akureyri. Já, allt í boði.